Ég alveg bjartsýn á að þetta leysist en það verða erfið ár núna þangað til að ný orka kemur inn á kerfið. En það búið að vara við þessu mjög lengi og við erum að súpa seiðið af kyrrstöðu áratugarins á undan. Fyrrum orkumálastjóri, Halla Hrund, hún hefur talað um það að þetta sé ekki vandamál. Var það þá rangt hjá henni? Að mín okkar mati já, klárlega, og hennar málflutningur hefur því miður vil ég meina skadað umræðuna umtalsvert. Og það á við í orkumálunum, þar sem hugmyndum að loka álverum eða gagnaverum hefur verið fleygt fram hérna ítrekka á síðustu árum. Ég heldur þetta engin stjórnmálamaður sem vill láta taka sig alvarlega taki þátt í slíkum umræðum. Hvernig störf verða til á Íslandi eftir 10 ár, 20 ár, 30 ár? Það fer eftir því hvað ákvarðanir við tökum í dag. Sigríður, hvernig ertu? Ég bara mjög góð, takk. En þú? Sigríður Mogensen, hérna hjá Samtökum iðnaðarins og meira, þú varst hjá Deutsche Bank, þú ert algjör negla. Ég veit nú ekki með negla, en jú, ég starfaði hjá Deutsche Bank í áhættustýringu. Já, svona, ég er eiginlega, ég þarf að fara að passa mig á því, sko, ég gleymi alltaf svona að kynna fólk almennilega, þú myndir fara svona hundavaði yfir ferilinn. Já, lítur hann út? Hann er mjög fjölbreyttur, minn ferill, og ég er hagfræðingur á mennt og eftir BS nám í hagfræði í Háskóla Íslands þá fór ég í fjölmiðla og var að vinna á Viðskiptablaðinu og svona eiginlega rétt fyrir hrun. Sem betur fer mér að bóðin vinna í banka og Viðskiptablaðinu. Ég valdi að fara í blaðamennsku. Annars hefði ég örugglega mist vinnuna þarna haustið í bankarhruninu. Fer svo þaðan yfir á Stöð 2 og fer í fréttir, sjónvarpsfréttir og útvarpsfréttir og það var mjög lærdómsríkur tími. Sérstaklega það var mikið svona ólgu tími í íslensku samfélagi og efnahagslífi. En það var skemmtilegt og lærdómsríkt. Fer svo þaðan til sérstaks saksóknara og þar hagfræðingur að rannsaka svona ýmsa gjörninga í gömlu bönkunum. Og þaðan fer ég svo til Samtaka atvinnulífsins, stoppa þar mjög stutt af því að mér býðst tækifæri til að flytja til London og fer þá í mastersnám í London School of Economics og þaðan í starf hjá Deutsche Bank í London. Og nú ertu hér hjá Samtökum iðnaðarins. Já. Hérna, sko, það er svo margt sem ég langar að ræða. Það er náttúrulega, ég veit ekki hvað ég langar að byrja. Við byrjum á stjórnmálunum, því það er svona efstabaugi. Já. Hérna, núna eru kosningar nýafstaðnar, valkyrjustjórnin, hvernig líst þér á þetta? Ég ætla að leyfa mér að vera jákvæð. Ég auðvitað er með ábyrgð á stórum atvinnugreinum sem eiga mikið undir í hvernig næsta ríkisstjórn lítur út og ég held að það sé ekki góð byrjun á samstarfi við nýja ríkisstjórn að vera með neikvæða orðræði í hennar garð og ég held þetta verði svona bara miðjustjórn og tala þetta verði mjög vinstri sinni stjórn. Ég er ekki alveg viss að það verði niðurstaðan. En ég bara er spennt að sjá hvað kemur út úr þessum stjórnarsáttmála sem að lítur allt út fyrir að verða veruleika núna jafnvel fyrir áramót og hlakka bara til þess að eiga í, að því þetta eru auðvitað allt bara samstarf og samvinna á milli atvinnulífs og stjórnmálana. Þetta er ekki tveir aðilar að vinna gegn hver öðrum, heldur er pólitíkin auðvitað meðvituð það að verðmætasköpun skiptir máli og hvað skilur þú býrð atvinnulífinu skiptir gríðarlega miklu máli fyrir hagsæld á Íslandi. Þannig að ég ætla að leyfa mér að vera jákvæð og við hjá Samtökum iðnaðarins erum bara spennt að sjá hvað kemur þarna út úr þessum viðræðum. Sko, ég hef svolítið að það er búið að losna rosalega mikið að skrúfum vil ég meina svona málefnalega það og þetta er búið að koma í kjölfarið á rosalega mörgum svona menningamálum en líka í samvættu verðmætasköpun. Ég held alveg að horfi til betri vegar, sko. Ég er alveg orðinn aðeins bjartsýnni gagnvart í að því ég meina það eru bara örfá ár síðan að það var bara ég sagði það nú í gær að við myndum hægt að horfa á fyrirtækjaeigendur sem glæpamenn og glæpamenn sem fórnarlömb og ég held að þetta verði ákveðin svona umræða í samfélaginu, sérstaklega núna sko rosalega hreyfingar í Evrópu sem við komum örugglega inn á eftir, mér langar til þess að tala um viðtal sem ég er að gefa út í dag með Guðmundi Hafsteinssyni þar sem hann talar um það að stöðnun í svona framþróun er bara tæknimál er ekki sko, þýðir ekki bara það og sérst að fara að komast á þennan stað eða sama stað á aðeins lengri tíma. Nei. Það þýðir bara að þú verðir eftir. Algjörlega. Og en svo við kannski bara klárum að stjórnmálunum. Ég held nefnilega að sko, stjórnmálun muni koma til með að verða fyrir rosalegum áhrifum af ákveðnu umræðu og það er ekki bara einhver svona hægri hlaðvarpsþáttum með eitthvað þannig, þetta er líka bara að ég held það eru raunverulega teikn á lofti að
verðmætasköpun sé að fara að leggjast niður á ákveðnum stöðum og þeir sem að verði eftir. Algjörlega. Þess vegna skiptir, það eru náttúrulega gríðarlegar áskorunir í ytra umhverfi okkar, eins og varst að koma inn á, bara út í Evrópu, það er nýr forseti í Bandaríkjanum, hann hefur verið að, ég ætla að segja, leyfa mér að segja hóta eða allavega eða lofa eða hóta, verndartollum. Kínverjar eru nú þegar byrjar að bregðast við. Evrópa mun einhvers staðar mögulega lenda þarna á milli eða jafnvel þurfa að bregðast við með verndartollum. Þannig að það er eina áskorun. Gervigreindin er gríðarlega hröð þróun, ég held að fáir átti sig á því hversu hröð hún er og ef við verðum ekki á réttu megin við línuna, hvað það varðar að í rauninni sækja þessi tækifæri sem að gervigreindin felur í sér fyrir þjóðir í innviða uppbyggingu, stafrænni innviða uppbyggingu og fleira, að þá verðum við eftir og þetta, þú missir bara á lestinu, hún er farin og þannig ég held að framundan sé og framundan eru bara miklar áskorunir á sama tíma gríðarleg tækifæri. Og stærsta spurningin er hvort að þessi ríkisstjórn, að þau erum að tala um stjórnmálin, verði ríkisstjórn verðmætasköpunar. Átti sig á því að til þess að byggja upp áframhaldandi góð lífskjör í Íslandi, þá er verðmætasköpun númer 1, 2 og 3. Og eina leiðin til þess að ná einhverju sjálfbæri niðurstöðum eða að ná hallarlausum ríkisfjármálum á næstu árum, jafnvel undan áætlunum, er með því að stakka kökuna. Og annars gerum við ekki neitt, annars fjárfestum við ekki innviðum, við fjárfestum ekki enn öflura heilbrigðis- og menntakerfi og svo framvegis. Þannig að ég bara tek undir það sem þú sagðir og ég held að og vona að þeir oddvitar sem sitja núna við þetta stjórnarmyndunar borð átti sig á þessu og ég tel að þeir geri það. Já, við erum að tala hérna, þetta gerir svo hratt sko, við erum að tala hérna saman 17. desember og þær segjast ætla að klára þetta fyrir áramót eða svona ef að óbreyttu en ég er sammálaður sko, ég veit ekki sko, ég er búin að vera að hugsa þetta með að stækka kökuna, hvort það þessi orðfæri sem að hægri menn að hætta að nota þetta því að ég held að þetta ná ekki alveg utanum svona þá lífskjara svona þróun sem að við erum að fara að sjá eins og þú segir og eins og að flestir sem að vinna í svona geira, það er ótrúlega fyndið að hlusta á þá sem er að vinna í tæknigeiranum og vinna í svona gervigreinda málunum, að þeir eru bara þeir eru svona eiginlega sjálfur svolítið í sjokki yfir því hvað þetta er mikið að breytast á ótrúlega skammum tíma og eins og þeir segja bara sjálfur þetta er sko gríðarlega breytingatímar Þetta er bara heil iðnbylting í sjálfur sér. Þetta er iðnbylting og Gummi Hafstein segir að þetta verðist meira heldur en bara fartölvan, síminn og interneti bara til samans. Algjörlega. Þetta muni koma til með að breyta svo miklu. Það sé hárrétt. Ég held hann bara líka og það er ekki út af því ég er með einhverja svakalega þekkingu á þessu, það er bara út af því að hver einasti maður sem er að vinna í þessum geira og hefur þekkingu er að segja þetta. Algjörlega. En og svo kannski bara stöldur maður við það. Hann sagði sjálfur að Evrópa væri búin að mála sér svolítið út í horn er varðar þessi mál. Sagði bara Evrópa er orðin sú álfa og það landsvæði sem að gervigreindin bara væri eiginlega ekkert að koma til út af því að Google og Apple væri bara að gefast upp á því að reyna að koma þeim til aðstöður. Sama Altmann alltaf skrifaði það sama á Twitter. Við erum svolítið miðinni sko, þú veist, og þessi ríkisstjórn hefur talað um það, bara við viljum kannski skoða það að fara í Evrópusambandi og okkar fleira þar fram til götunum. Ég tók viðtal við Sigmar Guðmundsson fyrir einhverjum 1,5 ári eitthvað svoleiðis. Ég var alveg að samfæra bara, ég vil nýja gjaldmiðil og ég held að við ættum að komast inn í þetta eftir að hafa talað núna í sambandi við bara gervigreindina og þetta aðalega byggist á því líka eitthvað í sambandi við iðnaðarmálin í Evrópu. Ég vil ekki fyrir Evrópusambandið og ég var að segja hægri mig bara því að ég 100% að kjósa með Evrópusambandið núna ef þið eru á móti því út af því að þá er bara það mun enginn vilja fara í þetta núna. Nei, ég held að það sé rétt og ég ætla nú ekki að lýsa minni kannski persónulega skoðun á því en ég held að ef það er þjóðaratkvæðagreiðsla núna hvort að við erum að ganga inn í Evrópusambandið og eða halda áfram í aðildarviðræðum. Það er mista svona gæta ákveðins misskilnings ef við byrjum á því varðandi Evrópusambandið að þetta er að mjög litlu leyti samningaviðræður og ég er að koma úr ferð frá Oslo og Brussel þar sem ég satt, ég er ráðgjafarnefnd EFTA, hefur verið formaður þeirra nefndar núna þessu ári, þannig ég hef átt í mörgum samtölum og mörgum fundum með utanríkisráðherrum EFTA-ríkjanna, þingmannanefnd EFTA og EES og ráðgjafarnefnd EES á þessu ári og það eru flest allir sem þekkja mjög vel til sammála það að svigrúmið fyrir umsóknaríki sem að vilja ganga inn í Evrópusambandið til þess að ekki fá einhver sérkjör
gagnvart regluverki og raunir skilmálum Evrópusambandsins eru miklu minni í dag en þau voru fyrir kannski 15 árum. Þannig þegar við sækjum hann aðild á sínum tíma, þá var alveg rétt að það var mögulega hægt að fá einhver sér ákvæði í landbúnaðarmálum eða sjávarútvegi. Í dag þá snýst allt að gera Evrópu enn meira svona universal eða þannig að það sé minni breytingar á milli landa á regluverki og öðru. Þannig ég held að svigrúm Íslands til þess að fá einhvern sér díl sem miklu minni í dag heldur en það var kannski fyrir 10-15 árum. Að því sögðu að þá auðvitað eru vandalega kostur og gallar við aðild og við vitum það að það eru ýmsir kostir mögulega og margir aðri gallar. En ég held að niðurstaðan er að þjóðin var ekki sérstaklega spennt fyrir þessari vegferð. Og maður sér líka bara stöðuna í Evrópu sem efnahagssvæði vegna mikillar regluvæðingar og íþyngjandi regluverks á síðustu árum sem við höfum á stórum hluta innleitt hér á Íslandi, að þá held ég að svona stemningin gagnvart Evrópusambandinu sé ekkit sérstaklega góð þessa myndir. Ef að þessi ríkisstjórn ætlar að byrja kjörtímabilið á því að fara í ykkur atkvæðagreiðslu þetta, þá geti henni verið sjálfhætt. Af því ef að niðurstaðan er svo að meiri hluti þjóðarinnar eru andvígur því að halda áfram í þessum aðildarviðræðum sem eru rauninni aðlögunarviðræður eða aðlögun að Evrópusambandinu, þá held ég að vera mjög erfitt fyrir ríkisstjórnin að halda áfram. Þannig að ef ég væri að ráðleggja þeim, þá myndi ég segja ef það á að fara annað borðið í þessa vegferð og þjóðaratkvæðagreiðslu að gera það í lok kjörtímabilsins. Ég þegar ég var í náminu mínu sem stjórnsýslufræðingur, svo við tökum þetta líka aðeins heim, þá fór ég að skoða svona ýmsar aðgerðir innan stjórnsýsluna sem eru teknar gagnvart ýmsum stoðum, bæði í iðnaði og öllu öðru, og þá fór ég svona kynna mér að skoða þetta aðeins í samhengi við það sem er að gerast í dag og það sem er að gerast áður. Og það sem mér þykir hafa breyst undanfarum árum er að, og þetta kemur inn á þetta sem þú varst að segja með Evrópusambandið, er að árangur Evrópusambandsins sé fyrst og fremst það að búa til reglur. Og ef þau eru nógu duglega að búa til reglur að þá er það einhvern veginn að gera sig gildandi sem sterkt afl. En þetta náttúrulega bara leiðir til þess að það er engin hvati til þess að vera að skara fram úr eða gera nokkuð skapaðan hlut. Sama í rauninni hefur gerst í íslenskri stjórnsýslu og hefur ekki bara með það að gera með EES-reglur sem við höfum innleitt, heldur líka að ákveðnar stofnanir hafa haft hag af því að það eru kannski einhverjir aðilar sem vinna í einhverju stofnun og í stað þess að vera í einhvers konar aðhaldshlutverki eða eftirlitshlutverki þá er byggist það frekar á því að vera einhverju mótunaraðili í því að segja nei, við þurfum að innleiða við þurfum að hafa þetta gagnvart loftslagsmarkmiðunum, við þurfum að hafa þetta gagnvart þessu, við þurfum að hafa þetta gagnvart þessu. Og þá eru aðilar innan stjórnsýslunar sem hafa hagsmuni af því að vera að láta minna á sig til þess að viðhalda eigin starfi og gera það með því einmitt að vera íþyngjandi gagnvart iðnaði eða einhvers konar starfsemi. Jafnvel þjónustu sko. Algjörlega, það er alveg en skakki hvata þarna. En varðandi höldum að þess áfram Evrópusambandi og Evrópu sem efnahagssvæði, þá hefur Evrópa dregist aftur úr öðrum stórum efnahagssvæðum alveg gríðarlega mikið í nýsköpun, í fjárfestingu, öðrum fjárfestingum, erlendri fjárfestingu og ný framkvæmdastjórn ESB þarf aldeilis að snúa vörn í sókn núna og gjörbreyta sinni nálgun á einmitt verðmætasköpun á þessa regluvæðingu og af regluvæða og við bíðum spennt eftir að sjá það, en við þurfum líka Ísland við eigum náttúrulega mikið undir EES-samstarfinu og það er gríðarlega mikilvægur viðskiptasamningur og sem tryggir okkur mjög ríkt frelsi sem ég held að margir svona yngri kynslóðun átti sig kannski ekki alveg á að því hún þekkir ekkit annað, þar á meðal ég. En ég held að það grefur undan EES-samningnum þegar að við erum til dæmis að stunda gullhúðun, þar sem við erum að taka þá íþyngjandi regluverk inn í íslenskan rétt og gera það enn meira íþyngjandi en aðrar Evrópuþjóðir búa við. Þannig að það eru miklar áskorunir í þessu og við þurfum líka að vera miklu harðari og sterkari í hagsmunagæslu Íslenskt atvinnulíf og stjórn sameiginlega gagnvart Evrópu regluverkinu sem er innleitt í EES-samningin. Við þurfum að vera miklu djarfari að sækjum undanþágur þar sem það á við og reyna að hafa áhrif á þróun regluverksins á fyrri stigu í staðan fyrir að taka það bara í fangið þegar tilbúið. Já, þetta er svolítið skrítið sko og sérstaklega því við erum að fara að tala um orkumál eitthvað.
þá náttúrulega Evrópa búin að koma sér í mikið klandur í skildu orkumál, bæði út af því að þeir studdu sig við mikið mikla orku frá Rússlandi og lögðu niður ýmsa starfsemi Algjörlega. til orkuöflunar og eru núna að súpa segja því og það horfir til betri vegar en það er að fara að gerast rosalega hægt og er að fara að vera mjög kostnaðarsamt og það er nú ekki mikið af peningum sem þeir hafa til þess að vera að reisa við þessu orkuinnviði út af því að iðnaður er líka mikið til að leggjast af. Einmitt. Svo við klárum kannski bara þessa Evrópu umræðu ef að svona frá svona þínu sjónarhorni horfa á hagsmuni mitt svar er mjög augljóst í þessu bara út af því að það er eiginlega einvörðungu undir þeim formerkjum hvernig gervigreindamálun er að þróast. Já. Hvort telur þú að við erum að horfa til Evrópu eða Bandaríkjanna í þessum efnum? Hvað var að gervigreindinu? Nei, bara svona almennt, þá er ég að tala líka bara varðar iðnaðarmál, varðar aukið samstarf, varðar aukin verslunarsamninga. Hvoru tveggja. Bæði Ég veit úr ekki sáttu við þetta svar, en Evrópa auðvitað stærsta útflutningssvæði og markasvæði Íslands, þar að segja langstærstu hluti útflutnings okkar í krónum talið, í milljörðum talið, fyrir til Evrópu. Þannig að við verðum að huga að okkar samstarfi á vettvangi ES. Að því sögðu, þá eigum við að sjálfsögðu líka halla okkur upp á Bandaríkjunum og horfa frekar á, og ég held að væri, það er spurning hvort það sé möguleiki á að opna einhvers konar fríverslunu viðræður á milli EFTA og Bandaríkjanna eða Íslands og Bandaríkjanna. Ég held að það sé langsótt á meðan að Trump er forseti, en það þarf allan að fara að skoða það til lengri tíma. Þannig að ég held að við ekki að, það er ekki annarkvort eða. Evrópa og Bandaríkin eru auðvitað vinasvæði, þannig að Ísland við verðum að passa að gæta hagsmuni okkar bæði til austurs og vesturs. Það er mitt svar og þú mátt alveg rökraða það við mig. Nei, ég held að við getum verið mjög lauslátt í þessu sko. En hvað varðar tæknimálin og þessa gríðalegu byltingu sem gervigreindin er, þá held ég að við eigum að reyna að horfa til samstarfs við Bandaríkin. Og ef við gerum það ekki, að þá á endanum missum við á þessari lest. Og það þarf að gerast mjög hratt og við sjáum það að þessi stóru tæknirísar, Google, Amazon, Facebook og svo framvegis eru að leita mikið til Norðurlandana, þar sem er græn orka, stöðugt pólitískt umhverfi til að fjárfesta í gervigreind og gervigreindar innviðum og vinna í rauninni, það er náttúrulega gríðaleg orka og gagnamagn sem fer í að bara keyra þessi stóru svokölluðu learning models sem gervigreindin byggir á og við verðum, ef við ætlum að vera þáttakendur í þessari sennilegni stærstu innbyltingu allra tíma sem hefur hvað mest áhrif, þá verðum við að fara slökka á gagnaverunum. Nei, þá verðum við að fara að hlaupa hraðar og þarna kemur pólitíkin inn nefnilega, að því vorum að ræða pólitíkin í byrjun, að ef það er ekki skýr skilaboð frá íslenskum stjórnvöldum að erlend fjárfesting á sviði til dæmis gervigreinda innviða, gervigreindar eða upplýsingatækni innviða sé velkomin, að þá er mjög erfitt að taka þátt í þessu. Já, hvernig og þá ég sagði að slökka á gagnaverunum. Það hefur verið til umræðu, sérstaklega hjá stjórnmálamönnum sem hafa verið að fjalla orkumál, að hér sé engin orkuskortur, hvernig kannski aðeins orkuskorturna eftir, en að slökka á gagnaverunum. Nú hefur Heiðar Guðjónsson sagt að þetta er auðveldasta leiðin okkar til þess að afla tekna og erlendu gjaldeyri með því að nota þessi gagnaver út af því að þetta væri eitthvað sem að krefst sáralítið innviða. Það þarf ekki að flytja þetta með burðarflutningum. Einmitt. Og þetta er bara mjög umhverfisvænt. Samlega því náttúrulega viljum við geta verið á öllum okkar streymisveitum. Við viljum 5G, við viljum 6G ef og þegar það kemur. Við viljum að tæknin batni en fólk tengir gagnaver ekki við þessa þróun. Nei, einmitt. Og ég gerði það í rauninni ekki heldur sko. Ég var að hlusta á stjórnmálamenn og þeir voru að segja já, þú veist, jú, það er vissulega verið að reynda sundlaunin er eitthvað annað, en þú veist það er verið að hafa áhyggjur af rafmagni fyrir heimili í landinu en þá bara getum við slökkt á gagnaverunum. Einmitt.
og ég hlusta þetta og ég var svona, já, það meikar nú alveg sens og maður bara tengdi ekki gagnaverin Akkurat. við þessa þróun en svo fer maður að kynna sér þetta og þá er maður bara að hugsa maður, heyrðu, þetta er sko galið efnahagslega, en algjörlega, þetta er líka galið samvætti við það sko, hvers konar neytendur við erum algjörlega. og ef við viljum halda áfram að vera neytendur mikill upplýsinga og hérna þeirra gagna sem við fáum í síman okkar að þá er þetta augljós dæmi eitthvað sem við ættum að viðhalda og jafnvel auka. Klárlega, og það hefur stundum verið á köflum að ég hef nú starfað fyrir gagnaversinnaðin í 7 ár núna og gagnaverin eru hluti á samtökum minnaðarins og við erum með samtök gagnaverin á nokkar raða og hérna ég hef verið að gæta þeirra hagsmuna að það hefur stundum á köflum verið bara erfitt að hlusta á þessu umræðu af því þetta byggir á svo gríðarlega mikli vanþekkingu á hvað gagnaver eru og hvað þau gera og gagnaver eru í rauninni bara grunnstóð upplýsingatækni og við gerum ekkert án gagna í dag. Við þekkjum það öll í daglegu lífi. Það eru aðra þjóðir sem að við viljum gjarnan bera okkur saman við, fyrirmynda ríki eins og Svíþjóð og Danmörk og sem að sömu aðilar eru að hvetja til þessu lokum gagnaverum á Íslandi, horfa mikið til í leitað einhverjum góðu samfélögum, að þær eru með markvissa strategíu til að sækja fjárfestingu í gagnaversinnaði. Það er bara iðnaðarstefna sem gengur að hluta til út á það að gagnaversinnaðurinn stækki. Að því sögðu þá höfum við alveg sýnt í skilning að það hefur verið ákveðin svona tortryggni í garð Bitcoin til dæmis vinnslu á Íslandi. Íslensk gagnaver hafa aldrei grafið eftir Bitcoin. En þau hafa vissulega verið með viðskiptavini sem hafa gert slíkt. Það er nú á útleið mjög hratt ef það er ekki bara alveg búið að loka öllum slíkum samningum. Gagnaversinnaðar er í dag á Íslandi að nota helmingin af þeirri orku sem að sami geirin notaði fyrir þegar sem mest var fyrir nokkrum árum síðan. Og af hverju er það? Það er vegna þess að geirin er að breytast, eins og ég var að segja, gríðarlega hratt þessar mundir vegna stóraukinnar eftirspurnar eftir vinnslu gervigreindar og svona hátækni gagnavinnslu. Og við erum að sjá það að sami iðnaður og skapaði 25 milljarða útflutningstekjur í fyrra er að fá jafnvel er að draga inn meiri útflutningstekjur til Íslands í dag með helmingin af raforkunotkuninni en áður var. Og það er vegna þess að þetta eru miklu betur borgandi kúnnar og það þarf mun minni orku fyrir hverja einingu af verðmætasköpun í dag í þessum hátækni gagnaverum en var þegar gagnaversinnaðurinn var að hefja starfsemi á Íslandi. Og þetta er lykil þróun, þannig að ég átta mig ekki á þessari umræðu og þetta er bara eins og að segja, heyrðu, við erum að flytja út fisk fyrir 300 milljarða en einungis 3% af fiskinu sem við veiðum lendir inn á heimilum íslenskum heimilum sko. Þetta er alveg, þessi umræða er með ólíkindum og sama fólk og segir sko þessi gagnaver eru til einskis er með væntanlega allt með síman að nota gagn allan daginn. Já. Þannig að þetta er svona ákveðin, ég veit ekki hvort það kallar hestnið eða tvískinningur eða einhver öfugmæli. Nei, ég held bara að sko, og nú er ég að fara að vera leiðilegu við þig sko. Ég held að dagskrárvaldið hefur bara verið tekið af fólki sem kannski hefur einhver þekkingamálunu og fært yfir á fólk sem er með svona, hvað ég var að segja, hæstu rattinn. Ég meina þetta er náttúrulega bara þróun sem við erum að sjá í ýmsum öðrum málum, bara öll menningamál og margar af þeim svona samfélagslegum herferðum sem hafa verið háðar, jafnvel þegar að þær herferðir hafa haft eitthvað til síðan máls og hafa verið eitthvað sem að væri kannski ákveðin siðbót til framtíðar, hefur verið klúðrað af fólki sem að hefur haft hæst, farið með einhver svona bara galin markmið, sýnt fram á gríðarlegan tvískinnung og hefur bara klúðrað þessum málum og ég held að þetta sé ekki því undanskil. Ég meina, ég hef sagt að réttrúnaðurinn sé mesti skaðvaldur sem að við höfum séð og ég held að muni taka okkur 20 ára eða eitthvað skrimlíkt að átta okkur á því, en það hefur líka með þetta að gera. Ég held að það hefur líka með það að gera að fólk er kannski ólíklegra til þess að fá tækifæri á ákveðnum sviðum út af því að við erum svo upptökin af því að vera í einhverju gullhúðun, við erum svo upptökin af því bara, nei, við þurfum bara að loka þessu. Þetta er náttúrulega ákveðin stöðnunarháttur. Hann byggir svolítið á því bara að allt sem að við kemur mannlegu lífi er að taka nákvæmlega þann fasta sem að nú er fyrir hendi og útluta honum til lægsta samnefnara og þar af leiðandi verða allir ánægðir. Þetta er í rauninni
það er ákveðið ábyrgðarleysi að ætla að leysa öll vandamál með því að slökkva á einhverju atvinnustarfsemi sko. Og það á við í orkumálunum, þar sem hugmyndum að loka álverum eða gagnaverum hefur verið fleygt fram hérna ítrekað á síðustu árum. Ég heldur þetta engin stjórnmálamaður sem vill láta taka sig alvarlega taki þátt í slíkum umræðum, en maður sér þetta svona mikið á samfélagsmiðlunum, eins og þetta bara hafi enga þýðingu fyrir hagkerfið eða þjóðarbúið eða samfélagið. Og eitt varandi gagnaversiðnaðinn sem ég veist mjög mikilvægt að halda á lofti, að ég hef heyrt það nokkru sinnum og ég hef bara ítrekað síðustu ár, að gagnaversiðnaður skapa engin störf. Og í því sambandi langar maður að ræða eitt hugtak við þig sem er framleiðni. Og á Íslandi þá hefur íslensku vinnumarkaður verið í talsverðu spennutreyju og við treystum mjög á aðflutt vinnuafl, bara til þess að halda hérna atvinnulífinu og verðmætasköpuninni gangandi, og það er bara frábært að við segjum að fá fólk erlendis frá í störf á Íslandi, en ein af stærstu áskorunum okkar til framtíðar er að auka framleiðni starfa, en ekki að fjölga störfum, heldur að búa til verðmætari störf. Og ég held að það séu fáar greinar, atvinnugreinar, sem eru með hærri framleiðni en gagnaversiðnaður. Þetta eru störf sem eru að skapa hvert starf í gagnaversiðnaði er að skapa gríðarlega miklar tekjur. Og það er jákvætt en ekki neikvætt. Og með sama hætti getur rökstuð það að fara í vegaframkvæmdir með skóplum, að því þá byrjuð til 300 störf á meðan að þú þarf 3 gröfur með 5 starfsmönnum. Þú veist, þetta er hérna rosalega skökk rök. Þetta snýst ekki að fjölga störfum, heldur að búa til verðmætt störf. Nei. Og framleiðni og lífskjör haldast í hendur. Ég sló inn í gervigreind fyrir nokkurn dögum, fyrradag held ég. Þá sló ég inn forsendum fyrir aðfluttu vinnuafli og fjölgun erlendra ríkisborgara inn í gervigreind og skráði inn þær forsendur sem eru múin að sjá bæði síðastliðin 10 ár og mitt 2023 og 2024. Ef við höldum áfram undir þessum formerkjum, eins og við gerðum í fyrra og líka reyndar að þú tekur þetta bara 10 ár aftur í tíman, að þá verða Íslendingar minnihluti í eigin landi eftir 10 ár. Það er ruglað. Það er ótrúleg staðreynd og það er ekkert, eins og þú varst að segja, það er frábært að við höfum byggt, en þetta er samt gríðarleg spurning sem við þurfum að spyrja okkur og það hún kemur nákvæmlega það sem þú varst að tala núna á framleiðinni per starf. Þannig líka reyndar ákveðin, út af því ég náttúrulega setti fólksfjölgunartíðinni líka sem er 1,6 núna, sem við erum ekkert eitthvað að spá í. Nei, en eins og segja, þetta er ekkert eitthvað, og ég líka eins og að kalda vandamál, en þetta er aftur á móti eitthvað sem við þurfum að spyrja okkur, skilur, hvað þýðir það fyrir okkar menningu, hvað þýðir það fyrir okkar lifnaðarhætti, og það er önnur reitt sem er oft slegið fram í þessar umræðu, sem heitir við þurfum að gera þetta í sátt við náttúruna, og ég er alveg sammála því, náttúrumóti er alltaf eins og Hörður Arnarsson sagði við mig, hann sagði alltaf skrítið að við sem alltaf tala í sátt við náttúruna, en iðnaður er náttúrulega miklu meira í sátt við náttúruna heldur en til dæmis ferðamaðurinn, svo við tölum aðra inngreinendar, en þetta er aftur á móti bara staðreyndir sem ég er að leggja fram á borð, sem að láta okkur þurfa að svara mjög stórum spurningum. Og það sem ég vil líka segja, og ég er ekki að segja þetta í samhengi við fjölda erlendra ríkisborgara, heldur í sambandi við framleiðni og getu okkar til þess að búa ákveðna, bara líf á Íslandi, er að stærri spurninga mínum að því heldur en að vera í sátt við náttúruna, þó svo það sem er virkilega mikilvægt, að það var annað hugtak sem tókast svolítið á við þetta og mér finnst að við þurfum að ræða meira, sem er að starfa í sátt við framtíða kynslóðir. Algjörlega. Og þetta er eitthvað sem við hugum rosalega lítið að. Við hugum rosalega lítið af því að hvernig verða lífskjör. Ég var að fara með krakka á leikskólaðan og þá var ég bara að horfa yfir á krakkaskaran og ég var bara, hvernig erum við að móta okkur að framtíð þessa einstaklinga sem er ekki með, við erum einum álsvar þeirra núna, þeirra ekki getur til að átta sig á því hvernig lífið verður eftir 30 ár. En við þurfum að huga að þessu. Alveg klárlega, og ég meina, hvernig störf verða til á Íslandi eftir 10 ár, 20 ár, 30 ár, það fer eftir því hvað ákvarðanir við tökum í dag. Og ef við ætlum, eins og við vorum að ræða gervigreindabyltinguna, þá ætlum við að vera með spennandi tæknistörf fyrir framtíða kynslóðir. Auðvitað eru auðlindagreinarnar okkar gríðarlega mikilvægar, en það er líka mjög mikið spennandi störfum þar. En við þurfum svolítið að huga að því, og það tengist framleiðninni,
ef við byggjum upp atvinnulíf, ef vöxtur framtíðarinnar kemur úr háframleiðni greinum, þá eru miklu meiri líkur á að hér verði verðmæt störf sem íslensk börn, framtíða kynslóður vilja sinna í stað þess að flytja erlendis af því það sem miklu meira spennandi tækifæri þannig að við getum tryggt áframhaldandi góð lífskjör, þá skiptir öllu máli hvernig störf verða til næstu árum og áratugum og til þess að tryggja hér verði spennandi og öflugt atvinnulíf til framtíðar að það þarf auðvitað að hugsa mjög langt fram í tíman og það til dæmis hefur ekki verið nein iðnaðarstefna og iðnaðarstefna er endar mjög áhugavert orð af því iðnaðarstefna industrial strategy eða policy hefur ekkert verið mikið tísku orð kannski á síðustu 10 árum en er að komast aftur í tísku. Það meiri sé vera að ræða það innan Evrópu að setja iðnaðarstefnu. Bandaríkin, ég menna Inflation Reduction Act sem Biden kom á, það er iðnaðarstefna. Það er ekkert annað, það var bara rosalega mikið snildar konsept hvernig hann laði það fram, en það er í rauninni bara atvinnustefna, iðnaðarstefna og við hjá Samtökum iðnaðarins höfum kallað eftir því í nokkur ár að stjórnvöld móti iðnaðarstefnu og við kallum það atvinnustefnu, iðnaðarstefnu, þú mátt kalla það hvað sem þú vilt, en það snýst þá í rauninni að horfa langt fram í framtíðina og taka ákvarðanir í dag sem hafa jákvæð áhrifin í framtíðin. Á bara atvinnu uppbyggingu og tengja saman, ég meina hversu miklu orku þarf að framleiða og svo framvegis. Já, ég nefnilega, svo ég nefni nú aftur, þetta var í miklu uppáhaldi að mér þetta viðtal við Guðmund Hafsteinsson og það mér fannst við ná svolítið vel utanum, hann var náttúrulega að skrifa þessa bók og við vorum að fjalla bókina en þetta er bókin sem heitir Gummi. Ég mæli alveg með að fjárfesta í henni. En þar vorum við einmitt bara að tala þetta, svona framtíðar horfur. Já. Og það sem mér hefur þótt skorta er að ábyrgð framtíðar horfa hefur eiginlega verið öll lögð á eiginlega svona vítt hugtak samfélagið en líka á, eins og segir, atvinnustefnu, á stórkostlega miklar breytingar í öllum iðnað á Íslandi menna, það setur okkur bara rosalegar skorður þó svo að það séu náttúrulega bara jákvæða skorður að laun séu svona stórt hlutfall af öllu sem við kemur atvinnuvexti. Það er rauninni ótrúlegt að við getum haldið fjölbreyttu starfi með að við hvað laun er há hlutdeild af öllu sem við kemur öllum allri starfsemi. Með við þetta þá þarf líka, pólitíkin þarf að hugsa hvað gerist 20 árum eftir að ég er hættur í pólitík en það er ekki gerð mikil krafa á þetta. Við erum alltaf að pæla í verður lokað EHF-skattinu, verður farið í það að hækka fjármagnstekjuskatt 2% og við erum einhvern veginn að bítast þetta skrifa þessi einhver á interneti fyrir 20 árum og við erum einhvern veginn í öllum þessu smámálum og mér er bara mér er sama þetta. Ég vil bara vita hvernig samfélagið mun líta út eftir 30 ár. Það er ekkert annað sem ég þarf að vita en þetta er ekki dagskrá. Það var rosa lítil umræði aðdraganda alþingiskosningana í kosningabaráttunni verðmætasköpun, framtíðar atvinnuuppbyggingu og það hvernig við ætlum að standa undir öflugu velferðarsamfélagi. Og ég saknaði þess mikið í kappræðanum og RÚV til dæmis, þar sem er sennilega það sem er hvað mesta áhorfið á, að það var bara rætt útgjöld til heilbrigðismála, útgjöld til velferðarmála, vissulega húsnæðisskortinn sem er gríðarlega mikilvægt að greiða úr og leysa, orkumál og stöðu ríkissjóðs og skattahækkanir eða lækkanir, skattastefnu. En undirstað og efnahagsmálinu auðvitað verðbólgu vexti. En hver er undirstað alls þessa? Heilbrigðis, kerfisins, öflugs heilbrigðiskerfis, menntakerfis, velferðarkerfis, það er verðmætasköpun. En hún var ekki varla rædd. Það var rosalega lítil umræða framtíða sín flokkana á atvinnuuppbyggingu á Íslandi. Húsnæðismál eru líka ekki pólitísk mál. Það eru allir sammála það er allir sammála það að við viljum auka þetta. En samhliða það er úrlausnarefni. Ég meina en þetta er ekki pólitískt úrlausnarefni út af því að eina sem að pólitíkin þarf að standa skil á er að fólk hafi getu á því að búa til húsnæði. Algjörlega. Það er eina sem þau þurfa að spá. Algjörlega. Ekki að vera með einhverja húsnæðisstefnu sem er einhver 180 blaðsíðna plagg eitthvað blaður það hvernig þau ætla nákvæmlega að sjá til þess að allir eru innan þessana marka og eru með svona skilyrði og eru með þessi skilyrði. Ég meina, við sjáum bara hann ljóta vegg í Breiðholti. Það er pólitík
Það er pólitísk upp á sitt versta eða besta. Þessar fallegu Reykjavíkurborgar sem við erum að reyna að búa til. Einmitt. Þetta er pólitísk afleið. Akkurat. Þetta er þegar pólitíkin ætlar að vera með of mikið hérna að hlutast til í öllum málum. Einmitt. Og hvað segir pólitíkin? Nei, þetta er nú bara út að engar aðilar hafa svo mikið vald og svo stöndum við undir þessu sko. Einmitt, og það er verið að gera kröfur auki regluverk og þetta sé afleiðing af of litlu regluverki. Í byggingarreglugerð annað og hérna, já, það er auðvitað alveg galinn nálgun. Við ætlum alltaf einhvern veginn að setja fleiri reglur til að leysa vandamál sko. Og aukin regluvæðing leysir engin vandamál. Nei, ég meina, og það var líka frekar fyndið í COVID sko. Það var hérna farið í það að svona liðka fyrir að ýmsa starfsemi og henni tókst að blómstra mjög mikið með við það hversu miklar hömlur voru á öllu lífi hér á landi. Einmitt. Og svo einhvern veginn er það bara sett aftur á og við eitthvað svona hugsaum ekkert einu sinni af hverju var þetta svona blómlegt á þessum tíma þar sem þetta hefði alls ekki átt að vera blómlegt og gæti þá kannski líka verið blómlegt ef við erum með minni kvaðir á öllum sviðum. En það var mjög lítil umræða fannst mér atvinnulíf, atvinnuuppbyggingu og verðmætasköpun í aðdragandakosninga því miður. Að því að sko forsenda alls þess sem að var efst á baugi í kosningabaráttunni eru þetta, eins og ég segi, enn og aftur verðmætasköpun. Já. Hversu mikið að tekna þjóðabúið aflar? Það sem við erum að tala hefur náttúrulega, og við fórum að svona gerðagreindina. Ég spurði enn og aftur, Gumma Hafsteins. Þetta var svo miklu uppáhaldið mér. Ég spurði hann hérna hvernig ungur einstaklingur sem hefur svona áhuga á tækni gæti orðið Gummi Hafsteins. Og ég spurði hann líka hvort að Google hefði getað orðið til á Íslandi með þær reglur sem við búum við hér ef við verum ekki að taka til greina svona fólksfjölda á þannig. Hérna hugverkaiðnaðurinn bara svona heilt yfir. Hvað er hægt að gera í því að svona litli snillingar geti skara fram úr og ná árangri öllum til ánægju? Sko, staðan í hugverkaiðnaði er alveg gríðarlega sterk þessar myndir og þetta er svo útflutningsgrein sem vex hraðast þessi misserinn og við erum að spá því að útflutningstekjur hugverkaiðnaðar verið 320 milljarðar í ár og stefna þar með fram úr sjávarútvegi. Má ég skjóta henni? Var þetta ekki 10 milljarðar fyrir örfáum árum? Fórum við 240 og núna 320? Jú. Og þetta er bara, ég er að tala held ég 5 ára span. Já, útflutningstekjur hugverkaiðnaðar hafa 5-faldast á nokkrum árum. Og geta, fyrir ekki að hafa 2-faldast á 5 árum en í heild þá væntanlega 5-faldast. Og á síðustu bara, horfum bara nokkur áratug aftur í tíman. Hugverkaiðnaður, við höfum öll tækifæri til þess að þessar útflutningstekjur 2-faldist aftur á næstu 5 árum. Og þá spyrðu, hvað þurfum við að gera til að tryggja svo verði og í rauninni að frumkvöðlar og fólk með öflugar hugmyndir komi sínu fyrirtækjum og legga á Íslandi. Þá Guðmundur Fertram, forstjóri og stofnandi Kerisins, sagði hérna á iðnþingi Samtaka iðnaðar eins og síðasta ári eða þar síðasta. Það er hvergi betra að stunda nýsköpun en á Íslandi. Ég held samt að við verðum, og það er vegna meðal annars ákvarðana sem að þáverandi eða fráfarandi ríkisstjórn tók í að hækka skattakvata vegna rannsókn og þróunar. Auðlind hugverkaiðnaðar er fjárfesting í rannsóknum og þróun. Það er bara R&D. Það er nýsköpun, afrakstur nýsköpunar er svo hugverk og þess vegna kallum við þetta hugverkaiðnað. Ég held samt að við séum missterk á sviðum innan þessa tækni og hugverkaiðnaðar. Við til dæmis erum með gríðarleg tækifæri í líf, lyfja og heilbrigðistækni, lyfjaþróun, lyfjaframleiðslu, heilbrigðis og líftækni og við sjáum þá að vexti Keresis sem er mjög gott dæmi um það á Alvotech. Við erum líka mögulega með eitthvað smá svona nýs sérstöði í tölvuleikjaframleiðslu, tölvuleikjaiðnaði, en stærstu hugverkafyrirtækin eru ekki hugbúnaðar fyrirtæki. Það er svolítið merkilegt. Bandaríkjamenn eru snillingar í að búa til hugbúnað og Gummi náttúrulega var starfandi þar. Ég er ekki viss að við verðum með eitt verðmætasta fyrirtæki í Evrópu á sviði hugbúnaðar, software, en ég hugsa að við gætum átt nokkur af verðmætastu fyrirtækjum Evrópu í svona hardware, software, líf, heilbrigðis, tækni, lyfjaframleiðslu. Ég held við séum sterkari á ákveðnum sviðum innan þessa geira en öðrum. Hvað þarf Valkyrjustjórnin að gera til þess að passa upp á svona verði? Valkyrjustjórnin
til þess að tryggja, ég ætla að segja mér að segja það, tryggja að útflutningstekjur hugverkaiðnaðar haldi áfram að vaksa og jafnvel tvöfaldist á næstu 5 árum og verði þar með verðmætast á stærsta útflutningsstoð Íslands, þá þarf þessi stjórn sem ég vil helst ekki kalla valkjörustjórnina, minnst það eitthvað svolítið svona neikvætt hugtak, ég veit það ekki alveg. Eitthvað neikvætt hughrif sem ég fæ allavega. Já, þetta var einhverja konur sem voru í því að velja þá sem að myndi deyja í stríði. Já, þetta er svona aðeins neikvæð hughrif, en í öllu falli, hvað sem stjórnin verður kölluð, þá þurfa þessar 3 öflug konur að vera með mjög skýr skilaboð í stjórnarsáttmála og út af við það að stjórnvöld tekist styðja við þessa þróun. Það þýðir ekki aukin útgjöld, það þýðir bara að almenn umgjörð sé hvetjandi og tryggja það að starfsumhverfi fyrirtæki hugverkaiðnaðar sé fyrirsjáanlegt. Þannig að það sé ekki vera að sveifla reglum til og frá og svo eru ýmsar svona skattatillögur sem snúa þá í rauninni að fyrirkomulagi í skattkerfinu en ekki lækkun eða hækkun skatta sem getur skipt líka máli en það er svona kannski meira tæknilegt útfærsluatriði sem að við munum svo sannarlega ræða við næstu ríkisstjórn. En það er líka bara að senda út þessi skilaboð eins og þáverandi ríkisstjórn gerði eða fráfarandi ríkisstjórn að þarna séu stóru tækifærin og að Ísland ætla að vera móttækilegt fyrir erlendri fjárfestingu, vera með skilvirt og fyrirsjáanlegt regluverk og að stjórnvöld svona í skilabúðum líka út á við segi, herru, þetta er framtíðin. Þarna getum við sótt fram. Það skiptir nefnilega máli. Þegar þú ert fjárfestir og ert að skoða fjárfesta á Íslandi á innviðum gervigreindar eða fjárfesta í lyfjaþróun á Íslandi og svo framvegis, við þurfum alltaf erlendir fjárfestingu að halda, að þá skipta það skilabúð stjórnvalda mjög miklu máli. Og að stofnana umgjörð sé skilvirk og stofnanir gangi í takt við pólitískan vilja. Og þannig að ég held að stærsta sem þessi verandi ríkisstjórn getur gert er að senda mjög skýr skilabúð þetta og svo taka mark á tillögum samtaka-iðnaðarins svona útfærslu atriði. Já, ég átti vinkonu sem þegar ég bjó í Boston og hún rak líftæknifyrirtæki sem hún léti lífeyrisréttindar fyrir ekki svo löngu sem er mjög miður en hún rak líftæknifyrirtæki sem meðal annars kom að þróun Pfizer bóluefnanna og það var selt núna nýverið fyrir einhverja milljarða og hún var að segja mér að þau hafi verið í einhverju tengslum við Ísland og hún var að reyna að reka eftir mér að búa til svona tengsla mynduna fyrirtæki á milli Boston og Íslands. Já. Og það hún sagði bara að er ekki gott að vera í samskiptum við Ísland út af því að það er ekki út af því að fólk er ekki að vilja gert heldur að þegar þau hafi verið í einhverju svona þróun eða hafi verið í einhverju samskiptum við hennar fyrirtæki að þá hefðu bara rekið sig á það að allt sem að við komum einhverju ákvarðanatöku hafi verið svona ákveðnum kvöðum háð varðar Evrópulöggjöf eða bara ákveðið bara takmarkanir sem að höfðu að gera með innanlands mótun. Einmitt. Og ég fór alltaf að hugsa þetta bara hvernig bætum við þessa? Þú veist, þá er ég bara að tala að opna einhverja gáttir til þess að bæta umhverfi. Einmitt. En svo er þetta svo sérstakt að eins og þú ert að tala og hefur, tala það hvað stjórnmálin hafa mikil áhrif og þetta er ákveðin svona hugmyndafræðilegt debatt líka út af því að núna erum við með einhvers konar löggjafir sem við tökum við frá Evrópu, við erum líka með ákveðna kvaðir á Íslandi, svo er líka almenn umræða eins og þú ert að tala að svona erlend fjárfesting er sjálfkrafa tortryggileg. Algjörlega. Hún er sjálfkrafa eitthvað sem er svona slæmt og Gulli reynda, núna er ég munið það og það er Gulli nefnda líka við mig nei, ég er ruglast. Heiðar Guðjónsson sagði við mig að honum hafi verið boðið í eitthvað lokahóf sendiherra Íslands frá Bandaríkjunum og hann hafi sagt við mig þeir hafi átt sig eitthvað samtal þar sem að sendiherran bara húðskammaði ríkisstjórnina fyrir það að vera ekki að liðka meira fyrir nákvæmlega þessu og að almenn umræða einhvers konar mótun fram á við væri alltaf gerð tortryggileg út af því erlendir aðilar væru sjálfkrafa, þeir eru ekki Íslendingar þar að leiðandi eigum við ekki og þetta svona þegar ég hugsa þetta svona í heildarmyndinni þá erum við einhvern veginn alltaf í þeirri hugmynd að bæði náttúrulega umræðan er vond en líka að stjórnvöld sé einhvern veginn í því hlutverki að þrátt fyrir það hafa ekki kannski hundsvit eins og gervigreind að þá þurfum við
allar ákvarðanir þegar einhver er að reyna að hafa sér fram með eitthvað hannig að það var undir þeim formerki að hann þarf að, þú veist, að spyrja stjórnvöld. Einmitt. Það mjög skrítin og svona takmarkandi umhverfi, sko. Algjörlega og sko ég myndi segja umræðum beina erlenda fjárfestingu á Íslandi hefur verið talsveit neikvæð á síðust árum og bara lengi og jafnvel bara alveg eftir bankahrunið. Hins vegar er þetta bara eina lykilforsendum þess að við höldum áfram að byggja hér upp öflugt atvinnulíf og við sjáum það bara á kaupum til dæmis Ardian, fransks sjóstýringafyrirtækis á Mílu og fjárfestingu í gagnaversinna og fleira að þessir aðilar hafa bara lýst sinni reynslu af því að koma til Íslands, vera að skoða einhver tækifæri í Íslandi og lenda bara einhvern veginn á vegg og tala við þennan ráðherra sem bendir á hinn, tala við þessa stofnun sem bendir á næstu stofnun og við erum því miður ekki ennþá með neitt svona, ég ætla að leyfa mér að sletta one stop shop fyrir erlenda fjárfesta og líka bara þá sem vilja skoða tækifæri í Íslandi. Á meðan á Norðurlöndin eru mjög góð í þessu. Ég ætla samt að leyfa mér að hrósa Íslandsstofu sem auðvitað er að gera margt mjög vel sem er auðvitað okkar svona sú stofnun sem er bara sjálfseignarstofnun sem að er skipuð í stjórn af stjórnarmenn þar koma bæður atvinnulífinu og sérst frá ráðherrum og það þarf má samt alveg að gera enn betur á þessu sviði og ég held að skipti miklu máli þá pólitísku vilji. En á síðasta kjörtímabili voru við meðal annars í ákveðnum slag inn á Alþingi við fulltrúar atvinnulífsins lög sem átt að setja rýni og erlendum fjárfestingum sem hefðu gert í rauninni sett enn meiri hindranir og hraðahindranir fyrir erlenda fjárfestingu í Íslandi og þó að við sýnum því vissulega skilning að þjóðaröryggishagsmunir getur verið í húfi í ákveðnum tilteknum fjárfestingum, tilteknum greinum og svo framvegis að þá verður að setja löggjöf sem að tekur tillit til þjóðaröryggishagsmuna en er samt jákvæð í garð almennt erlendra fjárfestingar. Erlend fjárfestingar er ekki alltaf ógn við þjóðaröryggi. Hún getur verið það á ákveðnum sviðum en hún er í flestum tilfellum gríðarlega jákvæð fyrir hagkerfið. Já, þetta er eins og ég nefnir nú eiginlega bara alltaf, þetta er bara munurinn á stjórn og stýringu. Það er alveg hægt að hafa aðhald og eftirlit. Algjörlega. En sko þegar þú byrjar að stjórna sig í hvernig fólk er að athafna sig að þá eru líka, sko, það er ekki bara það sem tapast, það er ekki fórnarkostnaður en að þetta verkefni verði ekki til. Þetta er öll þau verkefni sem hefðu geta orðið til ef það hefðu orðið fyrir þessa framþróun. Algjörlega, en líka bara þetta er spurningum hvað skilaboð sendir út. Ef þú segir bara, heyrðu, hér á Íslandi er komin löggjöf rýni á bara hverskins erlendri fjárfestingu, þá bara snúa fjárfestarnir við í leifstöð, sko. En ef þú segir, heyrðu, við ætlum að passa sérstaklega upp á þessu tilteknu afmörkuðu þröngu viðkvæmu svið í landinu, það eru fjárfestingi auðlindum eða öðru, svo bara í sjávarútvegi eða orku uppbyggingu, en við ætlum að taka fagnandi annarri erlendri fjárfestingu. Það er gríðarlega munur á þessu tvennu. Hvort þú setur mjög afmörku skilyrði og býður aðra fjárfesta velkomna, eða þú setur eitthvað svona loðna heildarlöggjöf sem þýðir það bara að það skapa mikla óvissu og fjárfestar vita ekkert hverju þeir eru að vona á þeir koma. Nákvæmlega. Orka, við erum ekki búin að tala um orku, við erum búin að vera dælunni hérna. Uppáhaldsvalefnið okkar, orkumálin. Nákvæmlega. Núna er engin orkuskortur út af því að heimilin eru bara 5%. Þannig að við getum bara eins og við segjum, við erum búin að fjalla hérna, við getum bara slögt á þessu og komið til móts við heimilin og, ég get ekki sagt. Það er þástu fréttir í gær. Það var prís, bónus og einhver hjá festi sem að voru í viðtali þar sem við voru að segja mitt bara matakarvan er að fara að hækka vegna hækkandi raforkuverðs. Já, 20% eða eitthvað, sumum tilfellum 30% út af hækkuðum kostnaði frá byrgjum. Þetta mætti rekja einhver leið til orku, hækkar orku og ég hugsaði með mér, ok, orka er búin og er að fara að hækka líklega 100% á einhverjum árum. Með þetta þá er þetta nokkuð ljóst að nema náttúrulega að það sé bara þessi orkufyrirtæki séu bara snuð okkur. Hvernig horfir þetta við þér? Er orkuskortur? Það er skortur á raforku á Íslandi. Það eru engin orkuskortur á Íslandi, við getum alltaf flutt inn meiri olíu. Við flytjum nú í dag inn olíu fyrir 160 milljarða og svona smá, svona side note að það er oft talað um að
eða þú veist, það er svona, ég myndi segja svona umræða loftslagsaðgerðir er svona komin á svona aðeins annan stað en hún var að þú veist, þetta sé alltaf kostnaðarsamt og eitthvað, en hversu efnahagslega mikilvægt er það fyrir okkur að minnka olíunotkun bara út frá efnahagslegum þáttum, ekki eingöngu loftslagsþáttum, ég langaði bara að koma því að það er ekki orkuskortur en það er skortur á raforku á Íslandi og stærsta og langstærsta skýringin á þeirri stöðu sem er uppi komin í raforkumálum á Íslandi er að við höfum ekki byggt upp raforkukerfið í takti við vöxt hagkerfisins og samfélagsins. Það er 90% skýringarinnar. Flutningskerfi og ný orkumannvirki hafa ekki haldið í við stækkun hagkerfisins. Fólksfjölgun, vöxt og viðgang, hagvöxt og svo framvegis. Og við erum að súpa segja það því núna og samtök iðnaðarins hafa vara við í hvað stemdi í mörg ár sem betur fer tókst að rjúfa ákveðna kyrrstöðin og alþingi núna og gagnvart stofnanasameiningum og öðru til að reyna að liðka fyrir þessu ferli núna í tíð Guðlaugs Þórs sem orkumálaráðherra en ég ætla rétt að vona að næsta ríkisstjórn taki þessi mál mjög alvarlega og þá er ég ekki að segja og ég veit ekki hver er að segja það að það eigi að virka allt landið og alla koppagrundir, allar ár og allt vassaflega alla fossa landsins. Ég hef ekki heyrt neitt tala um það, en við þurfum samt að auka orkuframleiðslu. Já, ég ætla að skjóta inn í. Út af því að ég held að þessi fyrirvari sem þú varst að setja hérna er eitthvað sem að þurfa líka að hverfa á umræðinni. Út af því að þetta er svo sérkennilegu fyrirvari þegar hann ber þess merki að hluta til sértu sú hugmynd sem að svona einkennilegasta fólkið hefur þig. Það er að segja, það vita allir sem er að hlusta hérna að þú ert ekki að tala fyrir því að allar ár landsins verða virkjaðar á 30 metra fresti sko. Alls ekki. Þannig að sko já, maður á kannski hægt að setja hennar fyrir bara. En stundum er umræðan svona sko, að við séum virkjana brjálæðingar. Hún var bara kosin út af þingi. Já, það er alveg rétt, það er mjög góða punktur en ég var samt í Silfrinu í gær með Landvernd og þar var þessar umræðan enn og aftur haldið á lofti sko. Já, þú veist, en þetta er bara della og eins og segja algjörlega, innan við 1% landi í Íslands er undir orkuöflun. Já, en þetta er eins og segja, þetta er þessi svona ég veit það ekki, mér finnst það líka vera ákveðin við öllu sem að kemur atvinnurekstri á Íslandi þá er þeir alltaf einhvern veginn á afturlöppunum með þessa fyrirvara og passa upp á það að vera einhvern veginn að hérna svona friðþægja svona, ég ætla að leiða mér að segja bara svona gölnustu sjónarmiðin atvinnurekstur og fleira því bara til dæmis eins og ég hef fjallað hérna neytandinn er helsti sigurvegarinn í iðnaði og verðmætasköpun ekki einhver aðili sem að tekst að græða einhvern pening og þú veist, ég hef fjallað með þetta í samvættu við Guðmund og Keresis bara hérna þú veist, bara þegar Keresis var selt til hérna Kolaplast bara fyrsta sem við spurðum okkur var bara hvað borgar í skatta? Bara hvað er að tala um? Í staðan fyrir að segja hversu mikið styrkti þessi sala gengi krónunar og lækkaði þar með innflutt meira svo saman það ég er bara að hugsa sko einhver aðilar sem eru með sykursýkir sem eru að fara að missa útlim sem eru ekki að fara að missa útlim út af því að við erum að fara tjastlónu saman með einhverju þorskuróði þetta er magnað það er ávinningurinn ekki einhver efnahagslegar afleiðingar og skattar hérna hversu mikið fer nú í sveitafélagi Ísafjarðarbæ örugglega hellingu, mér er bara drullu saman en það er líka bara frábært það er frábært, en það er algjör hliðarafleiðing að við séum að skapa veröld fyrir einstaklinga sem að væri þá ekki ég meina, til dæmis eins og Indlandi þar labba maður það er ótrúlega mikið af fólki sem er búið að missa útlim og eru að betla mat og þeir eru valla að betla peninga þeir eru að betla mat og ræðilegt, ég hef komið til Indlands það er mjög erfitt þetta er mjög erfitt og ég hugsa með mér, ok þessi veruleiki er að fara að gera það verkum og þú sér þetta líka ég veit ekki hvort þú hefur keyrt á Skid Row í LA mjög mikið af fólki sem búið að missa útlim og fara bara í glötu neytilega neyslu og það er eins og segi mjög mikið af fólki sem búið að missa útlim og það að Keresis geti tjastlað þessu fólki saman og móta þá allt öðru í sér framtíð heldur en að hefði ellegar orðið það er ávinningurinn það er ekki og það er þetta sem ég finnst líka að vera og svo getum við tekið þetta á smærri skala ég meina bara sá sem er að þú veist, veit okkur matvæli ég er bara þakkláttur fyrir það sem er matvæli ég er ekki að spá í bara
Hvað ætla hann sé að græða og hvað er Einmitt. mikið að sköttum? Þetta er svo sérkennileg umræður. Algjörlega, en sko varandi bara algjörlega sammála og það sem Keresis hefur líka gert auðvitað bara er að svona berja okkur bjartsýn í von fyrir framtíðinni. Þú veist, ég held að verði fjölmargir fleiri einhyrningar til á Íslandi á næstu árum. Ég veit ekki alveg hversu langt er í næsta. Þú voru En ég útskýra held að hvað sé- einhyrninga eru. Einhyrningur er sem sagt fyrirtæki sem er verðmetið og yfir miljard bandaríkjadala fyrir skráningu á markað. Og við erum með 2 slíka á Íslandi, Alvotech og Keresis, og ég ætla að spá því að næsti sé ekki langt undan. En varandi orkumálin, þá langar mér bara rétt að bæta við. Þessi umræða að gagnaver eða álver eða einhver sé að taka orku af heimilunum, hún er mjög skökk og ég veit ekki til þess að það stefni í og ég held að orku framleiðendur landsins og orkusalar munu að klárlega tryggja það að það verður ekki slökkt á rafmagni á heimilum á Íslandi. Vandinn er hins vegar og maður sýnir því mikinn skilning og við hjá samtökum innan eins og við höfum talað og sagt að það þurfa að útfæra þetta rétt en að sjálfsögðu styðji við að orkuöryggi heimila verið tryggt. Við rekum öll heimili sjálf, starfsmenn, samtakarna og félagsmenn. En þá snýst það kannski verðvernd að tryggja að of miklar verðsveiflur verði ekki hjá heimilin landsins og þá er það bara ívilnana kerfi. Rauninni millifærslu kerfi eða bara eins og barnabætur eða annað. Ég er ekki líka svo við barnabætur en þá snýst það að ef við teljum sem samfélag að við viljum koma í veg fyrir að heimilin þurfa að greiða ofhátt verð fyrir raforkuna með að við þróunina núna vegna ójafnvægis framboðs og eftirspurnar yfir eitthvað tímabil núna sem er framundan að þá bara þarf pólitíkin að taka það samtal. Við myndum aldrei leggjast gegn slíku en skömmtunarkerfi fyrir raforku er ekki góð hugmynd. Nei, hvað er það? Það gengur þá í rauninni út á það að í rauninni handstýra því hvert orkan fer og það er auðvitað ekki í samræmi við okkar skuldbindingar gagnvart EES og Evrópuregluverkinu að því að raforka er markasvara og við getum svo deilt um það hvort það hafi verið skynsamlegt að innleiða það eða ekki og ég held að það hafi verið bara mjög jákvætt en maður skilur alveg þessa umræðu. Við höfum auðvitað þungar áhyggjur af hækkandi raforkukostnaði hjá okkar félagsmönnum líka. Orkukostnaður stórnotenda hefur aukist líka einhver þriðjung á síðustu mánuðum. Þannig að í rauninni er þetta ekki bara heimilin sem er að glíma við hækkandi raforkuverð, heldur líka stórnotendur og önnur fyrirtæki. Þannig að ég held að þetta sé bara stórt úrlausnarefni næstu ríkisstjórnar að hrinda á stað framkvæmdum í aukin orkuframleiðslu og uppbygging og flutnings- og dreifikerfi raforku og ef við þurfum að bregðast við með einhverju neyðarhömlum hvað varðar verðþróun að þá auðvitað þarf að útfæra það bara þannig að það skekki ekki allan markaðin og alla hvata til þess að byggja upp á Íslandi. En auðvitað hefur maður áhyggjur af áhrifum á matarkorfuna og við höfum áhyggjur okkar félagsmönnum eins og grænmetisbændum og fleirum sko. Er þetta að grípa þetta með aukinni framleiðslu til þess að auka sjálfsögðu, framboð? það er stærsta verkefni framundan og en því miður þá er orkuframleiðsla 10 til 12, 13, 14 ára langt verkefni og við því miður áður en að þessi ríkisstjórn síðasta tók við að þá var bara rammaáætlun var ekki samþykkt í ykkur 7 eða 9 ár, 8 ár inn í þingi þannig að það var ekkert nýtt að fara komin á kerfið. Nei, en auðvitað er framboðsaukning laust vandans. Já, en það búið að vera að tala svo mikið að rjúfa þessa kyrstöðu sem hefur verið einmitt í því að þú sækir leyfi og tekur það einhver 8 ára að fá í gegn. Svo eru kæruferlar út allt. Já, en það er búið að rjúfa þessa stöðu, það ekki? Jú, allan að það er búið að sameina ríkisstofnanir sem hjálpar varðandi alla leyfisveitingar og bara svona skilvirkni í stjórnsýslunni. Það er auðvitað búið að samþykkja rammaáætlun loksins og næsti áfengi rammaáætlun eftir að komin í þingi núna bara í vor, ef ekki snemma á árinu og þetta er bara í höndum næstu ríkisstjórnar að taka þessi plön og áætlanir sem búið er að gera og Guðlaugur Þór hefur líka lagt fram tillögur að breytingum á rammaáætlun og ferlinu öllu og ég held að sameining orku og umhverfisstofnunar í eina stofnun muni líka skipta miklu máli. Við erum komið með nýjan orkumálastjóra sem veit nákvæmlega hvað hann er að gera, Gestur Pétursson. Þannig að ég er alveg bjartsýn á að þetta leysist en það verða erfið ár núna þangað til að ný orka kemur inn á kerfið. En það er búið að vara við þessu mjög lengi og við erum að súpa segið af kyrstöðu áratugarins á undan. En nú hefur fyrrum orkumálastjóri, Halla Hrund, hún hefur talað það að það sé engin orka, hún hefur svona eiginlega látið það í ljós skínadöl allavega að þetta sé ekki vandamál. Var það þá rangt hjá henni? Að mín okkar mati og hennar málflutningur hefur því miður vil ég meina skadað umræðana umtalsvært.
segðu það sem þið finnst maður. Nei, þú veist, þetta er bara í rauninni sko, þetta er kannski ekki mín persónulega skoðun, við samtökum innans höfum þetta bara gagnrýnt hennar framgöngu, þar sem hún hefur meðal annars talað það að viljum við sem þjóð vera að selja í gagnaver, viljum við sem þjóð vera með mörg álver og svo framvegis, og það er í rauninni ekki hlutverk embættismanns að tjá sig með þessum hætti, sem á að fara með leyfisveitingar og eftirlit og svo framvegis. Þetta er í rauninni leyfisveitinga og eftirlitsstofnun, þetta er stjórnsýslustofnun, og það er auðvitað ekki eðlilegt að forstöðumar slíkra stofnunar tjá sig með þessum hætti. Auðvitað geta þingmenn gert það, auðvitað geta ráðherrar gert það, en það er það sem ég ávið með að hennar málflutningur hafi verið skaðlegur. Kannski við sjáum bara til hvort hún gerir það líka á þingi. Já, hún er allan frjálst að gera það þar. Frjálst að gera það þar, já. Já, þetta var allan áhugavert þegar hún kom inn að því að hún fór svona strax bara einhvern veginn í bullandi pólitík og það skein mjög í hennar svona persónulegu skoðanir á ákveðnum atvinnugreinum mjög fljótt eftir hún tók við þessu embætti því miður og við vorum mjög hissa að sjá hennar framgöngu í stóli orkumálastjóra. En það horfir þá til betri vegar í þessum efnum? Já, það er líka bara, já, ég til svo að vera og það er líka bara svona ákveðin upplýsinga óreiða og riki þyrlað upp sem hún hefur meðal staðið að því að saka, sjálfstæðarflokkin, ekki það tengist okkur en samtökum saka okkur til dæmis að standa gegn orkuöryggi heimila og minni fyrirtækja. 90% af félagsmönnum samtaka iðnaðarins eru lítil fyrirtæki. Við erum að gæta hagsmuna þeirra allan sólarhringinn. Þannig að þetta er auðvitað bara galinn málflutningur. Galinn málflutningur. Leyfum að segja eflaust einhver sem að finnst við vera galinn líka. Það er líka alltaf leið. Alveg pottþétt, sko. Eitthvað sem þú vilt nefna að lokum? Herði nei, bara rosalega gaman að koma til þín og taka samtalið. Já, bara takk Ég vona æðislega að sem fyrir að flestir koma. hlusti og taki marka á okkur. Takk æðislega fyrir að koma og hanga til næst. Takk fyrir mig.